dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Ég bý í Kópavogi og er textílkennari. Ég er búin að vera textílkennari í 30 ár. Þessi þættir minni hérna á YouTube eru vikulegir og ég set alltaf nýjan þátt út á sunnudögum. En þá ætla ég að sýna ykkur klárið mitt. Þannig er að ég keypti þessa bók í fyrra og það sem eru 52 sokkar. Ég ætla nú ekki að gera 1 par á viku. Heldur setti ég mér það markmið að prjóna 1 par á mánuði. Fyrsta parið sem ég gerði, það er þetta hérna. Er númer 26 og heitir Vervein, held ég að sé borið fram. Og þeir eru tilbúnir og eru svona, þannig að nú er ekkert vandamál að sjá hvor er hægri og hvor er vinstri. Það sem að vinstri er, það fer niður eftir hliðunum. Mjög gaman að gera þetta og gera þessa sokka. Og þetta munstur kemur bara mjög vel út. Það sem fólst í áskorun minni var líka það að ég ætla ekki að velja sjálf hvaða sokka ég geri, heldur ætla ég að opna bókina bara einhvers staðar og gera það par sem að kemur þar upp. Þessir hérna voru fyrstir og í því og nú ætla ég, og það eru þessir. Heita Riverbed, númer 31. Nú er spurning hvaða gagn ég ætla að nota í þetta. Ég er með hérna fyrir framan mig það sem ég á núna. Ætla þetta í, eða þetta hérna. Ég veit það ekki, svei mér þá. Nú erum við undar á það. Hvaða gagn á ég að velja í þetta? Ég er ekki komin með sendinguna frá Sveini Björk úr sokkaklúbbnum hennar. Það kemur núna í byrjun febrúar. En ég held að ég ætli nú að byrja á þessum sokkum í þessari viku. Þannig að ég þarf að nota eitthvað af því gagni sem ég á hérna heima. Ég held ég prófi gera úr þessu hérna gagni. Sjá hvernig það kemur út. Ég byrjaði hitt parið sem ég var að gera, byrjaði á að prjóna þessa hérna með þessu gagni, en fannst að munstri kæmi ekki nógu vel út, það myndi ekki sjást. Ég ætla að prófa þetta hér, prófa hvernig og sjá hvernig munstri kemur út, af því mér langar svolítið að nota þetta. Og ég veit að Berglind dóttir mín myndi vera ánægð að fá svona sokka. Var að hugsa að þetta næsta par ætti að vera fyrir hana. Og ég ætla að sjá hvernig þetta kemur út. Nú ef ekki að þá ætla ég að gera það úr þessum. Þetta er gagn frá Today I Feel Yarn, held ég alveg örugglega. Og heitir því skemmtilega nafni Unicorn Fart eða einhyrningsprump. Og ég kallaði þetta, þegar ég var að byrjuð á hinum sokkunum og notaði þetta gagn, að þá var vinnuheiti mitt Prumpusokkarnir. Þess að setja hérna merkið með það í bókina, svo að hérna, ég finni aftur uppskriftina. Í hverju er ég? Ég er í peysu sem að ég prjónaði þegar ég var 19 ára. Var í menntaskóla og prjónaði þetta bæði heima og í skólanum og þetta er gert allt úr afgangsgarni. Hvað er 35-6 ár síðan að ég gerði hana og ég er búin að nota hana mikið á þessum tíma og hef þurft að laga hana, gera við gött. Af því á svona álagstöðum og þá annarkvæmt hefur kannski hnúturinn það sem ég hnýtti garnið saman, hann hefur kannski losnað
eða bara gagnið eyddist, af því þetta er hérna gagn sem er fyrir prjónastarf 2,5. Sumstaðar eyddist bara gagnið, þannig ég hef þurft að svona stoppa í þetta og ekkert vandamál, en ég hef alltaf tekið hann upp svona af og til og hérna notað. Já, þetta er sem sagt perluprjón sem að ég hérna notaði í þessa peysu, og dóttir mín, hún hérna, henni fannst þetta að vera svolítið spennandi peysa og langaði að fara að nota hana, en ég var ekki alveg tilbúin í það, og hún er líka bara orðin svolítið svona lúin, þannig að ég ákvað að prjóna bara nýja spottapeysu fyrir hana, og ég er búin með hana og hún er svona. Þetta er kannski svipaði litir en samt ekki alveg. Í þessa peysu að þá notaði ég líka perlugarn. Þetta var ekki bara ullagarn eða prjónagarn, heldur var ég líka að nota perlu útsaumsgarn. Þannig að það kemur svona smá glans, eða var allavega. Þannig að við gætum verið eins mæðgurnar, skartað okkar eigin spottapeysu og farið í göngutúr. Nei, ég segi svona. Þegar ég hef verið að prjóna að þá hef ég alltaf safnað öllum afklippum í poka. Til dæmis eins og hérna, ég á nokkra svona poka og þetta eru bæði það sem ég klippa af þegar ég er að ganga frá endum. Þetta eru svona litlir stuttir spottar sem eru eftir af garninu og svona. Ég hef svo sem ekkert nýtt þetta hingað til en alltaf safnað þessu. Og ég var með það svona í kollinum að ég gæti nota þetta sem uppfylling í einhver lítil stykki eða eitthvað svoleiðis. En eftir ég fór á tófunarnámskeiðið og ég var svo sem alveg með þessa hugmynd áður. Ég fór á stað núna eftir ég var búin á tófunarnámskeiðinu, þar sem að við vorum að kemba ull og spinna, að þá hugsa, heyrðu, þetta er eitthvað sem ég get gert með þessum afklippum. Og ég gerði pröfu núna í vikunni, kemdi garnið saman og prófaði síðan að spinna þetta í rokknum mínum og ég gerði hérna smá pröfu, prjónapröfu. Þetta er svona fyrsta pröfa. Mér langaði að gera aðra pröfu þar sem að væri meira af garni og ég gæti gert svolítið svona stærri pröfu og sé svona hvernig þetta kemur út. Og líka það að ég er að æfa mig í að spinna á rokkinn minn og þegar ég var að spinna í þetta, þessi fyrsti spunni minn, það gekk nú svolítið erfilega og svona, þannig að ég fór á YouTube og tjekkaði á svona hvernig þær eru að gera, hvernig maður ætti að hafa þetta. Og ég prófaði í gær og þetta er útkoman. Ótrúlega litríkt, af því að það er svo sem ekkert mikið af hverjum lit sem að ég hef. Það sem er öðruvísi við þessa seinni pröfu, það er að ég lét fylgja með. Þannig að það fer svona utanum, að það er alltaf eins og hérna er svona blá spotti sem fer og þá grípur það kembuna betur og það er auðveldara að spinna það þannig. Þess að segja, ég er bara að æfa mig, þannig að þetta verður vonandi alltaf betra og betra. En ég er alveg nokkuð sátt við þessa pröfu, svona fyrsta vers, og ætla að prófa að prjóna úr þessu. Þegar maður er að vinna úr svona afgangsgarni, að þá veit maður ekki alveg alltaf hvaða garn það er sem maður ætlar að vinna úr. Það er að segja hvort þetta er súpuvoss eða ekki og hvað er í þessu.
Í seinasta þætti þá sýndi ég ykkur húfuna sem ég kláraði og ég var ekki búin að þvo hana þá. Ég þvoði hana núna í vikunni og hún varð svo stór að þetta ég bara, já, hún stækkaði rosalega mikið. Þannig ég get nú alla séð að ég geti notað hana. Ég sett hana á mig og þetta bara hérna. Og ef hún eitthvað svona, þá þetta eitthvað svona slátt sem ég veit ekki. Ég ástar að finna út hvort þetta sé eitthvað sem ég get notað. En allavega, þó ég noti þetta ekki, að þá var þetta mjög góð æfingi að gera svona stuttar umferðir. Hafði aldrei gert svona munstur með því að nota stuttar umferðir, þannig að allavega tilganginum allavega ná þó að ég get ekki notað þessa húfu, að þá þetta allavega svona gott pröfustykki. Ég hef ekki verið neitt að sauma út í þessari viku, en mér datt í hug að sýna ykkur nokkra poka sem ég hef gert þá í sambandi við veru mín á Skals. Það eru, hvað ætla að séu, 20 ár síðan ég fór fyrst á Skals. Og Skals handavinnuskóli í Danmörku og fyrir 20 árum síðan að þá fór ég þangað og var í 10 daga og við gerðum ýmiss konar verkefni og þar á meðal svokallaðan Skalspoka. Skals það er svolítið þekkt fyrir það að vera með alls konar útsaum svona. En þetta er pokinn sem ég gerði þá. Og þetta allt saumað í höndunum. Þetta var fyrsti pokinn sem ég gerði. Síðan fór ég aftur á námskeið hjá þeim og þá gerði ég þennan. Og þetta Heðubú held ég að heiti. Ég fóðraði hann, þennan poka, og setti svona snúru í, af því að ég hafði hugsað mér að nota þetta yfir öxlina og geyma lyklana mína í þegar ég að kenna, að hafa skólaliklana mína í þessu, þannig að ég sé alltaf með það á mér. Ég nú ekki byrjuð að nota hann, eins og sést hann alveg óbærslega svona virkar eins og glænýr eða svona. Lítið notaður, eða bara ekkert notaður. Hérna var sett svona hringur og leðurreiminn fest í. Þannig að ég held ég ætti nú bara að prófa að nota þetta. Hér annar poki sem ég gerði þá núna þegar ég var á Skals 2011. Og ég fór þangað og var í 5 mánuði. Ég fékk námsleyfi sem kennari sem gerði verkum að ég gat verið þarna í hálft ár og óbúslega gaman og þetta var eitt af því sem ég gerði og þetta svona prjónapoki. Þarna allt stafurinn G saumaður með alls konar mismunandi útseimssporum og mjög skemmtilegt. Svo gerði ég ég keypti hjá þeim svona kit þar sem að það var poki ég keypti pokan tilbúinn, það var búið að þrykja á hvað maður ætti að sauma út í og ég saumaði, þetta heitir, stendur Skals Højskolen for Design og Håndarbejde. Svo fylgdu þessar leðurreimar með og ég saumaði þær bara með þessum krossum. Það svolítið skrítið, eða ekkert skrítið, en ég hef svo oft lent í því að ég búin að vera að geyma einhverja hluti, einhver textíl eða eitthvað í langan tíma hjá mér. Svo ákveð ég þegar ég að taka til að þetta eitthvað sem ég muni bara ekkert nota og gef það frá mér. Það segin saga, nokkrum dögum seinna, að þá þarf ég nauðsynlega að nota þetta.
naga mér handarbökin fyrir að hafa látið þetta frá mér. Ég lét ýmislegt í ásvinnustofu núna áramótin, fór með til þeirra, því þá var ég búin að fara svolítið vel í gegnum dótið mitt hérna heima og ekki þar fyrir að það var búið að liggja hérna í pokum alveg í 2-3 vikur og ég var svo sem búin að tína aðeins upp úr því, eitthvað svona sem ég hætti við að gefa. Jæja, en ég fór sem sagt með þessa poka, við Berglind fylltum skottið á bílnum með pokum og þau fengu þetta ásvinnustofa. 2 dögum seinna, þá fór ég að hugsa, okkur lét ég það hafa leðrið, af því ég átti svona nautsleður og ég hugsa, ég hefði getað skorið það út, skorið svona ræmur út úr því og notað það sem höldur eins og á þessum poka. En það var farið og það þýðir svo sem ekkert að sýta það neitt. Það er ég alveg viss að þau í ásvinnustofu, þau finna eitthvað gott verkefni sem þau geta unnið úr þessum leðurbútum sem ég leti hafa. Ég hef með 2 áskoranir á mig fyrir næstu viku eða fyrir næsta þátt og það er að setja rennilás í þessa peysu. Ég veit ekki hvað, það eru mörg ár síðan ég prjónaði þetta. Einhvern tímann í vetur þá var ég að ganga frá þessu, klippa upp og svona, en mér vantar rennilás og á eftir bara svona rétta fíniseringuna. Þannig að ég ætla að finna rennilás og setja í þessa peysu og ganga alveg frá henni. Og svo fékk ég gallaskyrtu í jólagjöf, eitthvað sem að mér lengi langað til þess að eiga. Og ég var að sauma út í hana. Og það er verkefnið mitt sem sagt núna fyrir næsta þátt, að það er að finna eitthvað og sauma einhvers staðar skreitana svolítið. En ég held að þetta sé þá bara komið hjá mér í dag. Ég þakka þér fyrir að horfa og við sjáumst í næstu viku.